Já, góða kvöldið, velkomin í Rauðan raunveruleika ungra sósíalista. Í kvöld ætlum við að ræða við akkurat nokkra unga sósíalista, meðal annars ýmsa meðlimi úr nýkjörinni stjórn ungra sósíalista og líka almenna meðlimi, fleiri. Ég er hérna með fáum til okkur eftir, hann verður smá seinna, Atli Gíslason, nýr formaður ungra sósíalista, svo er hérna Agni Freyr, varaformaður, Kristbjörg Eva, formaður samfélagsmiðlanefndar og Kjartan Sveinn Guðmundsson, ungur sósíalisti á Akureyri í námi akkurat núna. Kjartan Red Pill kannski, Sveinn Guðmundsson, en hann var að skrifa skemmtilega greinar á Kjarnan núna fyrir stuttu og við ætlum að ræða við hann það og fleira. Í kvöld ætlum við svolítið að fara yfir svona áform ungra sósíalista, bæði það og líka taka almenna umræðu svona félagsþátttöku í samtökum eins og ungum sósíalistum og af hverju mælum með því og af hverju við viljum fá ykkur til að koma með ef þið eru undir 30 þá með vera með okkur í ungum sósíalistum. Við erum meðal annars að fara að gefa út blað bráðlega núna 1. maí. Það er ekki ennþá alveg komið á hreint hvað nafni verður en það verður eitthvað æsi spennandi og er það ekki rétt hjá mér að það er akkurat 50 ár síðan að síðasta svona ungmannablað var gefið út, er það ekki rétt? Agni og Kristbjörg, þið kannski munið það? Jú, hárrétt. Þann 1. maí. Já, það er alveg magnað, þannig að ef þið viljið taka þátt í að skapa slíkt blað og þá bara endilega hafið samband við okkur eða unga sósíalista á Instagram. En mér langar að byrja á fyrstu spurningunni svona til ykkar allra og byrjum bara á honum Agna. Af hverju aðhylst þú félagshyggju eða sósíalisma og hvernig byrjaði það hjá þér? Sko, ég get eiginlega ekki einhvern veginn svona pinpointað, þetta er alltaf bara svona safnaðist upp, bara svona litlu hlutir, þú veist, eins og með leigumarkaði, með menntakerfið og bara svona heilbrigðiskerfið líka og bara svona lesa allar þessar fréttir bara óréttlæti og bara hvað, þú veist, það er svo pirrandi að sjá hvernig bara hver markaðshyggjan hefur miklu meiri völd heldur en bara félagshyggja. Þannig að þetta var svona mín svona grunn hugmyndafræði og þannig, þú veist, heillaðist ég af þessu sósíalisma basically og hérna er ég í dag. Skilur, það er félagshyggjan og kannski mannhyggja, ég er sammála, það er eins og markaðshyggjan sem búin að taka yfir allt og einstaklingshugsun. En þú, Kristbjörg, hvernig byrjaði þið á þér og hvaðan kemur þessi félagshyggja eða sósíalismi? Ég myndi segja að það hafi byrjað frá bara fjölskyldunum minni sem er suður-amerísk og þau hafa mikið litið til sósíalisma vegna þess og þau hafa bara upplifað hvað sósíalismi hefur gert fyrir ekvadorsku þjóðuna þar sem þau eru frá. Og ég bara ólst upp með að heyra og sögur Che Guevara, Fidel Castro og bara hugmyndafræði sósíalisma og mér fannst það bara sem krakki meika svo mikið sens að ég held að sósíalismi hafi líka bara gefið mér þessa réttlætiskennd sem ég hef í dag og þetta er bara líka yfir höfuð mjög falleg hugmyndafræði svo já. Akkurat. Þannig að þú kannski hefur heyrt ýmsar svona alvöru sögur af sósíalisma sem að raungerðist á ýmsum stöðum í Suður-Ameríku. Já, og hefur þá væntanlega hefur þá líka heyrt hvernig þessu er haldið niðri. Fyrirgeðu, já, það er smá lag kannski. En hún hefur upplifað þetta, sé hvernig þetta var í alvörunni og þar og kannski sé líka mótlætið sem mætti sósíalistum í Suður-Ameríku. Það hefur nú verið gríðarlegt. Já, algjörlega, bara hún talar ennþá mjög mikið þetta bara því að já, hún upplifði þetta bara veginn hendi. Svo, já. Akkurat, það er frekar brútal saga þarna í Suður-Ameríku og ég hvet alla til þess að kynna sér það af því að þá sé maður svolítið svart að hvítu hvernig ýmis veldi í heiminum haga sér, getur við sagt. En þú, Kjartan, hvernig leiddist þú út í félagshyggjuna? Sko, ég held að svona fyrstu skrefin mín í stjórnmálum voru þegar ég byrjaði í grunnskóla í Hrauninu, alin upp á 2 stjórnmálafræðingum. Já, þú meinar.
það var í rauninni bara beint í djúpulaugina 6 ára, sko. Ég hafði einhver megin sem 6 ára barn áhuga á því að skoða fréttinar og ég held að þegar á þessum hruns árum þegar ég var öll þessi mótmæli og þessi ólga í samfélaginu held ég hafi mótað mig mjög mikið þrátt fyrir ég muni ekkert endilega eftir einhverju svona augnablikum en ég myndi veðja á þetta byrjaði þar. Svo bara þegar maður eldist, þroskast og kannski dettur manni í huga kerfi sem að snýst stanslausan gróða og stækka sjálft sig kannski ekki alveg besta leiðin til að leiða samfélagið eða skipuleggja okkur í hópa. Já, það eru betri valmögulegir, getur við sagt, það er að gera hlutina betur. Ég man ekki nákvæmlega hvað ég var gamall þegar hrunið var, en alltaf hefði ekki verið eitthvað 14 eða eitthvað svoleiðis, en akkurat þá skildi maður ekkert rosa vel hvað var í gangi, en maður vissi bara að þetta var allt frekar hrikalegt og það eru glæpamenn sem eru búin að komast upp með bara stórfellda glæpi og svo var eins og þeim ekkert refsað og það varð bylting, getur við sagt, og ný ríkisstjórn kjörin sem að kannski var frekar lösk og já, ég tengi við þetta. Hvaða málefni eru þið hvað brennur fyrir ykkur? Hvað eru þið að brenna fyrir? Hvað myndir þið helst vilja lagfæra, getur við sagt, setja meiri áherslu á í íslenskum stjórnmálum eða samfélagi? Byrjum að þér, Agni, þú með einhverja sérstaka punkta sem þú telur mjög mikilvæga? Mikilvæga, ég held allavega eins og bara hjá öllum að það er heilbrigðiskerfi mest bara að horfa upp á hvað það er eiginlega bara að molna og þú veist, það veldur manni miklum áhyggjum og svo náttúrulega bara húsleigumarkaðurinn, þú veist, það er eitthvað sem allavega, þú veist, bara eiginlega bara réttindum ungs fólks, þú veist, það er varla hægt að einhvern veginn komast úr, eða þú veist, maður sér eiginlega ekki framtíð fyrir sér, þú veist, á Íslandi og þú veist, þannig að það er mest það sem ég pæli í allavega þessum tveimur. En þú, Kjartan, þú bæta við? Loftslagsbreytingarnar held ég að séu mjög klárlega við erum bara í þessu stöðu sem að duga að drepast og þetta kannski að hallast yfir í drepast? Já, ég held að Shit, já Þú varst að skrifa 3 greinar á Kjarnan eða ekki og það er rauða pillan, bláa pillan og hver var svo þriðja? Hún ekki ennþá komin út. Ok. Ég ætti eftir að lesa en það er Lindó, já. Viltu segja okkur aðeins frá þessum greinum? Þetta ekki svolítið tengt kannski loftslagsmálunum og þessum stóru málum? Jú, í rauninni myndum við segja að grunnurinn af bláu rauðu pillunni sem ég skrifaði var úr myndinni Matrix. Bláa pillan var valmöguleiki til þess að gleyma því að við lifðum í sýndarveruleika. Einhver hafði komast að því, þá var einhver sem rakst á hann sagði að þú getur gleymt því að tilveran sem þú upplifir sé byggð á fölskum forsendum. Eða þú getur tekið rauðu pilluna og þá getur þú reynt að grafa undan þessu lega kerfi sem að var búið til. Sér hlutina eins og þeir eru. Já, sér hlutina eins og þeir eru í alvörunni. Og mér þykir þetta mjög mikilvægt í dag vegna þess að fjölmiðlar sem eru margir hverjir undir mjög miklu aðhaldi frá auðvaldinu. Það er fallegt orð, en já. Og samfélagsmiðlar sem eru að sjálfsögðu auðvaldi líka og tæknigerinn einn af bara mikilvægustu, þetta villta vestri fyrir kapitalista og þeir græða svo mikið á því að sundra almenning að veita bara algjörlega skiptar skoðanir og algjörlega mismunandi túlkanir hvað er að gerast. Þetta til dæmis ástæðan við sjáum Trump
og Brexit og þessi hægri popúlíska alda. Loftslagsbreytingar líka, náttúrulega, ef þú tekur bláu pilluna og heldur að þetta muni allt bara reddast vegna þess að þeir sögðu það á ráðstefnunni daginn. Fólk virðist alltaf að sé annað ekki mikið mál eða þá að þetta muni reddast, þetta reddast. Já, nú bara byrja þeir að flokka. Nú byrja bara þeir að flokka. Og þannig að, já, þessi þríleikur minn sem ennþá ókláraður snýst í rauninni bara hversu mikið auðvaldið þeir sem stjórna hafa grætt á því að sundra samfélaginu í mola. En fórnarkostnaðurinn held ég gífurlegur fyrir alla í langtíma séð. Akkurat, ég vona að fólk viti hver Chris Hedges en hann blaðamaður sem var basically bólað út úr New York Times eftir að hann var að gagnrýna innrásina í Írak. Og hann sagði í viðtali daginn að 2 bækur sem maður ætti að lesa og skoða til þess að skilja fjölmiðlaumhverfið og þá kannski sérstaklega í Bandaríkjunum, en þetta á klárlega við hérna heima og í Evrópu almennt líka, að þær 2 bækur eru Manufacturing Consent eftir Noam Chomsky, þar sem hann rekur hvernig fyrirtækjavaldið í rauninni framleiðir skoðanir og samþykki fyrir ýmsum aðgerðum sem að hernaðar eða varnar, segi ég nú bara í sviga, varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna vill koma fram, og það hún eins vegar og svo hinn frá Matt Taibbi, minnum með hann heiti, sem að skrifaði Hate Incorporated og framan á þeirri bók Sean Hannity á Fox News sem svona rosa hægri fantur, getur við sagt, á Fox News, já, og svo Rachel Maddow sem á MSNBC og þar hann svolítið að rekja hvernig einmitt bara út frá hagnaðarsjónarmiði hafa þessi miðlar orðið alveg fáránlega polarized eða dálkakenndir eða skiptir, eins og hann Kjartan var að benda á, þannig að í staðinn fyrir að vera með fréttastofur sem að einbeita sér að því að vera með vandaðan og flottan fréttaflutning, þá ertu komið með fyrirtæki sem bara sækist eftir gróða og þess vegna miðaði á ákveðin markhóp og verða bara stöðugt íktari af því að það fær meira áhorf og herri ratings, eins og þeir kalla það. Þannig að í rauninni Kjartan svo að segja, þá bara fyrirtækin eru og miðlarnir eru bara að splundra Bandaríkjunum og það sér engan enda á það og það virðist bara vera fyrir peningana og helst ekki tala það sem í alvörunni í gangi. Það líka held ég ágætis bók, hún kannski ekki alveg pólitísk en hún bara svona á íslensku eða fyrir íslenska markað þjáningarfrelsið var skrifað af 2 held ég blaðakonum sem að þar sem þau fara bara yfir stöðuna að vera í fjölmiðlun á Íslandi og ef að bókin heitir Þjáningarfrelsi þá var það kannski náttúrulega svolítið slæm staða út frá titlinum. Var hann að meina hann þá til fjallum hvernig það að vera blaðamaður á Íslandi í fréttum? Já, og umhverfi í fjölmiðlum þar. Ég hef bara farið ég hef gluggað örlítið í henni en ég held að ef fólk vilji skoða íslenskar aðstæður líka, þá held ég að Þjáningarfrelsið út í þetta líka mjög nýleg bók og það gaman að ef einhver hafa áhuga að tjekka á henni. Algjörlega, það einmitt búið að vera að tala svolítið það að blaðamönnum búið að fækka alveg svakalega bara síðustu áratugum, þannig að stéttin stendur mjög illa og maður sér það líka í viðtölunum við alla stjórnmálamennina, þetta alltaf bara eitthvað rosa svona softball spurningar. Það voða lítið verið að pressa á fólki. En mér langar kannski aðeins að tala loftslagsmálin, hvernig sjáu þið þau? Ef maður myndi taka rauðu pilluna og sjá hlutina eins og þeir eru, hvernig líst ykkur á blikuna? Agni, ef byrjum að þér. Ekki vel. Keep it simple. Þú veist, það líka hluti sem veldur manni bara mjög miklum kvíða, þú veist, að og maður sér það bara núna með allar þessar hamfarir eins og í Tonga og flóðin í fyrra í Þýskalandi, þetta alltaf að koma svona nær og nær manni en maður samt ennþá maður finnst eins og að fólki sé ekki að taka því eins alvarlega og maður myndi vilja og
frekar heldur nú bara eins og var sagt, þú veist, að það sé bara nóg að flokka og þú veist, skipta plast yfir í pappírsrör og eitthvað svona þannig þegar vandamálið beint fyrir framan okkur og það olíufyrirtæki og þessi stóru mengandi iðnaður sem fólk bara lítur svona framhjá og það er svo mikið tauganar á manni en það alveg hrikalegt. Þannig eins og staðan núna þá, já, þú veist, framtíðin ekki björt. Nei, ekki til að gert. Atli var að mæta, við kannski hleypum honum inn núna og blessaður Atli. Blessaður. Þetta Atli Gíslason, formaður Ungra Sósíalista, Róða, blessaður. Við vorum ekki máli, við vorum að ræða núna hérna loftslagsmálin. Hvað finnst þér Atli, hver staðan? Hvernig líst þér á blikuna í loftslagsmálum? Já, ég akkurat heyrði rétt svo endan þar sem að Agni sagði og þú veist, mér finnst þetta bara svona ekki vera á réttri leið eða þú veist, ég alltaf bara heyri einhvern veginn nýja statistík hvað þú veist, ég held að sé vera þú veist, menga meira núna en þú veist, enn í 1980 og 2000 og þú veist, þetta alltaf bara einhvern veginn að hækka, þú veist, það eins og þráttur öll mótmælin og allt þetta, þú veist, að það kannski meira verið að tala þetta en að þú veist, tölunar séu ekki að breytast og að þessar raunveruleg staða heimsins bara með meiri CO2 og allt þetta og líka bara eins og þú veist, þannig að bara sem ég heyrði rétt í endan með Agna, ég var bara að tala við bara vin minn daginn sem þú veist, ekkert eitthvað ógeðslega mikið þú veist, inn í pólitík, þú veist, fylgir kannski alveg með en ekkert eitthvað, þú veist, að mæta unglingahreyfingar dæla en ég man hann var að segja við mig eitthvað svona, hann var nýfluttur inn í íbúð og hann var svona að byrja að flokka og vorum eitthvað að tala þetta og hann sagði eitthvað svona, stundum ég bara að hugsa hvað þetta meikar ekkert sens, þú veist, hvort að ég sé að láta eitthvað í pappa eða plast, þú veist, eða það einhver stórfyrirtæki að einhvern veginn leka olíu í hafið og það er búin að gera síðan bara 2010 eitthvað, eða svona, þú veist, þessi olíuleiki sem bara búin að gangi í eitthvað 10 ár, þú veist, hvað skiptir að máli að ég let, þú veist, skýrdollu í venjulegt rusl frekar en í plastrusli þegar þetta svo, þú veist, það enginn að gera neitt í hinu, þú veist, hvað ég þá að hjálpa með því að gera með minni eitthvað Domino's pizzakassa eða þessa skýrdollu akkurat og ég held að þú veist, með þessa skýrskeið, það svona eins og sé verið einhvern veginn að, mér finnst það bara svo fáránlegt, það eins og sé verið að svona kenna okkur og láta okkur finna fyrir því og þú með þessa skeið og ég veit ekki hvort ég hafi pröfað hana á, ég að tala bara svona litlu skýrdollunar sem þú kaupir og fær svona pappaskeið og þegar þú búið með halva dolluna þá þetta bara orðið eitthvað svona flapp í drasl og þú finnst merðilega ekkert og svo öll dollan plast skilur og svo fyrir þetta í búið og þá allt vafið í plast og svo skipin okkar sem að veiða sjóinn í hafinu að bara droppa fullt af plasti út allt, þannig að þetta er svona frekar fáránlegt. Já, ég held að það sé okkur líka til að bara gefa svona, þú veist, ég ekki að tala eitthvað svona grand conspiracy en eitt þannig, en þú veist, mér finnst það sem að fólk akkurat upplýðir með, þú veist, pappa skeiðar sem kannski svona fyrsta breyting sem maður sér í daglega lífi síðan, þú veist, að maður byrja að flokka þegar maður 5 ára eitthvað og maður hugsa bara svona, þú veist, verður lífið mitt svona ef við breytum, þú veist, heiminum, eða svona, þú veist, já, akkurat. Eða svona, þá heldur maður einhvern veginn að þessi vinstri hlið sé svo mikið hræsn í henni eða einhvern veginn að MS sé þú veist eitthvað environmentalist fyrirtæki og svona þessi daglegi neytandi heldur það allt í hennu að svona, kannski ætti ekki að styðja þú veist Greta Thunberg og þú veist School Strike for Climate að því að þá bara þarf ég að borða meiri pappaskeiðar eða svona það fyrir allt í hennu að nota papparör í kókumjólkina þegar svona alvöru breyting eitthvað sem myndi alvöru hafa áhrif á heiminn væri þú veist eitthvað eins og að færa matarframleiðslu úr svona developing countries, þróandi þjóðum yfir bara í þess löndin sem að neyta matinn, þannig við séum ekki alltaf að flytja eitthvað gáma á milli landa, veist, að hafa kannski meira svona local production og það eitthvað held ég sem að þú veist akkurat myndi stimulata economies allstaðar í þeim hverfum sem þær væru og svona hafa miklu meira svona positive áhrif og líka verið gott fyrir umhverfið fyrir en bara hafa þessi svona liberal svona, þetta virtue signaling, ég hata að nota þessi svona buzzwords en svona, þú veist, þetta er bara svona MS að auglýsa sig og gera eitthvað svona mediaskandal eitthvað, sjáðu, nýja skeiðar og það var allir að tala þetta, þetta er á Twitter en þú veist, þetta er ekki alveg breyting, þú veist, þetta er ekki neitt þetta er svo minimal að það bara valla telur, sko já, þau ná að svona grínvasa sig endilega
Svo þetta líka svo mikið þannig að ég held að fyrirtæki reyna viljandi að setja ábyrgðina á neytendur að á meðan við erum að flokka og gera eitthvað gott þá erum við að bæta heiminn og þau hrósa okkur fyrir það og við fáum svona validation yfir það sem við erum að gera að bæta heiminn á meðan þau eru ekki að gera neitt. Þannig séð. Til þess að hætta að losa mengun og eitthvað svona. Þannig þau vísvitandi setja þessa ábyrgð á okkur. Þetta er rosa góða punktur. Ef við værum að þrýsta á þau, ef við værum að þrýsta virkilega á fyrirtæki, þá væri útkoman orðin allt öðruvísi. Og ég held að sé tímabært bara að verði eitthvað svona vitundarvakning meðal þjóða að gefa þessu fyrirtækum ekki séns þegar kemur að loftslagsmálum. Og það er líka svona samband þau einhvern veginn, gjör svo vel að því. Já, bara, með því líka að gefa fyrirtækjunum einhvern veginn máttinn með að gefa þeim bara vali eitthvað, þið veljið hvað þið gerir með plast og pappa og þau fá einhvern veginn að setja þessa timeline með eins og ég held að með skýrdolluna, að það allir voru að kvarta að skýr var ennþá að dollan verið plast og þá sögðu þau eitthvað, já, í ár ætlum við að breyta skeiðinni og svo eitthvað á komandi árum ætlum við að þróa þannig að svo verður lokið pappi og svo eitthvað dollanpappi, eitthvað svoleiðis. Og Kata Jafn, eða bara Alþingi á morgun, gæti sagt bara ekkert meira plast á Íslandi á morgun, punktur. Og við myndum, við erum sniðug skepna, við getum alveg redda þessu, við getum selt skýr í glerkrökum, og eins og þegar maður segir þetta, ég sagði þetta daginn bara svona eitthvað, mér veist að bara plast að vera bannað á morgun, bara svona, það eru engin mótrök fyrir því, af því að annarkvort bara játar það að við séum eitthvað svona heimsskepna sem að geta byggt allt þetta samfélag og farið á tunglið en einhvern veginn ekki haft skýr í glerdollum eða það bara að við erum ekki að gera rétt af hlutin og við ættum að vera að gera miklu róttækar hluti fyrir að hafa einhverjar 10 ára plans fyrir hvernig við ætlum að breyta skýrdollunni sem svona baby partur af þessu ég veit ekki, það pirrar mig svo mikið að breytingar þurfa að gerast hægt það er bara ekki satt bara það má gera hluti á morgun og í vikunni og á árinu og að við ætlum að láta fyrirtækin bara sjá að feysa út plastið byrjum á skeiðunum og svo byrjum við á hvað lokinu eða eitthvað skilur það er ekki steipa og það er líka eins og ríkisvaldið sé svo lamað akkur eru við ekki í rísa akkur eru umhverfisráðherra ekki núna bara tala við hempiðina eitthvað og rækta bara hempirni í tonnatali til þess að geta kannski búið til ný fiskinet fyrir skipaflotan okkar skilur og bara og svoleiðis stóð skilur eitthvað sem að þau geta gert einmitt bara búm það væri alveg hægt það þetta hugsaða vel og allt það sko en ef það vantar peninga þá bara setjum við skatt á stórfyrirtækin útgerðina til dæmis og það hreinlega verður að gerast að ef það er ekki gert þá heldur bara súrnum sjávar að stigmagnast fiskurinn allur í miðanum okkar deyr bara og þá er ekkert eftir það er alveg hrikalega Agni var að yfirgefa núna hann þurfti að fara en fyrir ekki að Kristbjörg að halda áfram. Líka maður spyr sig þetta ánæglega fyrst og fremst að koma frá stjórnvöldum þau eiga líka að bera ábyrgð ekki bara við fólkið sem er neytendunni þau eru líka neytendur og sem úr þjóðarleiðtogar okkar eiga þeir að sýna fordæmi og þau hafa alltaf verið að tala bara já, við þurfum að gera eitthvað loftslagsmál, við þurfum að gera eitthvað en það er aldrei tekið nein endanleg ákvörðun. Eins og allir var að snerta og Greta Thunberg var að deila það er að skoða svona línuritt yfir koltvíoxíð í loftinu og svo eru sýnt allar þessar ráðstefnur sem er búið að halda og þær eru hérna og COP25 og 26 en þetta bara heldur áfram að rísa. Og eins og Greta Thunberg bendir á við verðum að flatten the curve eins og sagt COVID en við þurfum að gera það við CO2 og þurfum að gera það í gær annars skiptir ekki máli við verðum að gera það núna og verður að gerast Ég var ekki bara alveg til að bara hafa enga fundi og frekar bara hafa eitthvað að lönd væri að gera eitthvað í frekar bara vera alltaf eitthvað í myndatökum eitthvað hrista hendur eitthvað vá, veður er heitt eitthvað heldur áfram að hitna eitthvað og við heldum áfram að finna það, samt gerist ekkert eitthvað. Það verður auðvitað að búa til policyur í kringum þetta. Ég ætla að ná mér í vasklas en já, akkurat. Þetta greenwashing tappar alveg á alla orku sem myndi kannski beinast í að krefjast aðgerða frá stjórnvöldum.
ég held að var einhver suður-amerískur sósíalískur leiðtogi sem að ég held að mér þótt þetta var bara svo hnitmiðaður punktur hjá honum þegar hann sagði bara umhverfisvernd án þess að skoða hluti út frá sósíalísku sjónarmiði garðyrkja. Þetta umorðin sko, en þetta var svona ágætt, ég held að þetta sé svipað því sem hann sagði í alvörunni og ég held að það er það sem við sjáum núna ef við ætlum að byrja að vera leiðinleg og pirruð hjá Vinstri grænum núna mjög mikið. Þetta garðyrkjuflokkur núna með að við myndi ég eiginlega þóra að segja með að hvernig þeir eru búin að standa sig í ríkisstjórn nýjulega. Já, heldur betur, maður sér ekkert stórt gerast og þessu er búin að tala það bara endalaust aftur og aftur að segja hvað þau eru rosa flott í umhverfismálum og þess vegna ætti að kjósa okkur og svo hvað. Hlutinir halda bara áfram eins og þeir hafa pretty much verið að halda áfram. Fáum einhverjar pappaskeiðar og eitthvað drasl. Engin þjóðgarður. Fleiri virkjanir. En núna verður kannski meiri áhersla á að kaupa fötin sín í Rauða krossinum og að rækta kál í bakarinu sínum. Oi! Og þá þannig að mér þykir þetta svo það mætti í rauninni held ég bara að skoða hvernig þróunin hefur verið hjá þeim. Þeir voru vinstri sinnaðasti flokkurinn við stofnun. Þetta var aðhaldsflokkur fyrir hina vinstri flokkana og ríkisstjórnina og það var ekki tekið mark á þeim í rauninni í upphafi. Vegna þess að þeir voru svo öfgafullir í orðræðinu sinni varðandi umhverfisvernd. Og núna þeir eru komin að og núna þeir eru búin að vera með forsætisráðherra stól og umhverfisráðherra stól og heilbrigðismálastól eða voru allavega með í 4 ár. Þá sjáum við eiginlega ekki neitt. Það virðist bara að vera meðvirkni og bara ykkur, hvað er þetta? Af hverju eru þið orðin svona slök núna eða lemp? Hvað heldur þetta sé? Af hverju er þetta garðyrkjuflokkur? Af hverju er þetta garðyrkjuflokkur akkurat? Þetta er líka þetta í stjórn með Sjálfstæðisflokknum og það sem svona stærsti og Framsókn líka eftir sérstaklega þessar kosningar að þetta tveir séu svona stærstu flokkanir sem að fá aðalega líka að ráða hver fer með þeim í ríkisstjórn að ég held að svona politically eða svona að það make sense að þeir einhvern veginn að svona hægri flokkur og miðjuflokkur kjósi einhvern svona vinstri flokk með sér að þá getur alltaf verið að tala þess að heila miðju hvað hugmyndir frá hægri, hugmyndir frá vinstri koma saman, eitthvað battle it out og eitthvað svona compromise sé komið en þegar maður sér það í raunveruleikunum þá er þetta bara ekki í gangi einhvern veginn að þetta er bara auglýsing fyrir ríkisstjórnina að segja við erum með hægri flokk, miðjuflokk og vinstri flokk. Ok, mér er drull, gerir þá hægri, vinstri og miðju hluti frekar en að bara gera miðju og stundum hægri eitthvað status quo hluti. Hvaða vinstri innan gæslappa policy hvaða réttindi verkafólks hafa komið, hvaða vendun fyrir jaðarsetta hópa, hvaða umhverfisvenda hlutir hafa gerst. Eina sem að ég sé er bara stóru fyrirtækin verða bara stærri og stærri og stokkmarkaðin fer bara upp á Íslandi og að bara venjulega fólk á Íslandi fær bara ekki séns nema kannski eitthvað hlutdeildarlán sem bara mesta sem rettar enga veginn húsnæðismarkaðin til dæmis. Þetta er bara rugl, bara lack of lausnir. En Atli, hvað með skeiðarnar? Ég gleyma þeim. Veistu hvernig mörg kíló af plasti á ári? Þetta er alveg 3-4 eða eitthvað hver. Það telur nú örugglega eitthvað en það er ekki nærriði nóg, við vitum það. Ekki nóg. Þetta er ekki einu sinni gott fyrsta skref. Nei, akkurat. En svo hugsa maður líka bara ríkisstjórnin núna, Katrín er forsætisráðherra, hún er Vinstri grænir og hún er forsætisráðherra, hún er í Vinstri grænum og það er engar pólísíur búin að gerast út frá þeirra sjónarmiði, bara ekki neitt. Og svo erum við með sjálfstæðismann sem umhverfisráðherra, það ekki? Jú, Guðlaugur Þór. Hann er núna, Guðlaugur Þór er núna umhverfisráðherra, akkurat. Já, akkurat. Hann vil bara fá að virkja meira held ég og bara selja jarðirnar sem hann á undir virkjun, sko.
Já, algjörlega. Mér finnst bara Vinstri grænir löngu búin að missa sitt svona réttmæti bara á að vera grænn flokkur. Já, Vinstri. Sjávarútvegsmálum. Þetta líka að sé bara svona perfekt einhvern veginn metafor fyrir það að Vinstri græn hefur farið úr því að vera í til dæmis umhverfisráðuneyti sem action í umhverfinu yfir að vera forsætisráðherra sem að mestumagn bara svona andlit ríkisstjórnar og svona þessi auglýsing sem að ríkisstjórnin þarf að gefa af sér. Þetta bara svona einhvern veginn bara perfekt metafor fyrir hvernig þessi flokkur hefur bara breyst. Og svona Mér finnst þetta alveg hrikalegt því að Katrín segist vera þessi manneskja sem ætlar að berast fyrir umhverfismálum og hann sé rosa sósíalísk og svona og Morgunblaðið gerði nú myndir af henni, þessar skópmyndir og þá var Katrín litli sósíalistinn skilur alltaf að gera grína henni fyrir að vera sósíalisti sko. Skattakata. Skattakata. Rosa fyndið. En þið vitið hver János Varoufakis og The Progressive International sem ég held að hann hafi stofnað á fleiri. Já, hann gríski. Já, gríski fjármálaráðherrann fyrrverandi sem var í Syriza-flokknum. Katrín Jakobs sem sagt meðlimur í Progressive International og flokkurinn hennar og það alveg, ég cringea sko þegar ég að hlusta á Jánis Varoufakis tala á fyrirlestrum og svona á ýmsum ráðstefnum eða whatever. Og þá minnist hann mjög ofta á Katrín Jakobsdóttir og name-droppa henni og við erum með the Prime Minister of Iceland. Já, the Prime Minister of Iceland í Progressive International, rosa flott, skilur hún úrslega progressive. Og þarf maður ekki bara að fara að senda eitthvað svona beinskettan post á Jánis og segja hann bara, nei, þetta ekki svona, hún bara að tappa á orkuna, sko. Við þurfum að gera það. Það helst ekki að. Er það bara hennar hæfileiki að komast einhvern veginn í það bara að vera eitthvað svona andlit sem lukkar vel? Nei, núna þóri ég ekki að segja meira, skilurðu. En bæði í þessari ríkisstjórn og í þessum alþjóðasamtökum, þá bara já, við erum hérna með Katrínu. Akkurat. En ég vil ekki vera að tala illa hana. Ég trúi, við vorum að tala náttúrulega miðjan hægri vinstri að vinna saman. Maður býst að sé jafnt vægi á milli þeirra. En og ef ég má svolítið fara aftur í þennan punkt, þannig að mér þykir mjög mikilvægt að við skiljum bara ef að sko Vinstri grænir væru viljandi eins vinstri sinnar gætu mögulega verið í samræðum við miðjan og hægrið, þá miðjan samt alltaf miklu líklegri til þess að styðja, þetta bara í eðli miðjunar, að breyta sem minnstu, að styðja frekar íhaldið en einhverja róttæka vinstristefnu. Þannig að ég held að mörgum í Vinstri grænum og það náttúrulega, þetta var líka sérstaklega þannig á fyrra kjörtímabilinu þeirra í þessari stjórn, þá voru mjög margir í Vinstri grænum sem leið mjög illa með þetta samstarf. Ungir Vinstri grænir voru líka mjög mikið á móti þessu og eru það ennþá. En það bara x mikið sem maður getur sagt út í að og eins mikið þau segja, þá eru aðgerðirnar samt, það koma ekki gegn vegna þess að Framsókn mun alltaf standa með Sjálfstæðisflokknum í þessu samhengi af óttaubreytingar. Akkurat, og við viljum kannski ekki einmitt fara í eitthvað persónulegt skítkast á Katrínu Jakobsdóttir en hún stjórnmálamaður og við eigum að geta gagnrýnt hana fyrir aðgerðirnar og þannig getum við gagnrýnt, ekki að fara í eitthvað svona persónulega dilgjur eitthvað en við getum sagt það sem okkur finnst. En raunin svo að við erum ekki að sjá þær aðgerðir sem við þurfum. Og akkurat það eins og með að greenwashing capitalism, þar sem að eins og Kristberg var að nefna að okkur líður. Þú kaupir Starbucks og þú færð og það stendur, helmingurinn af ágóðanum fer í að rækta upp skólendi eitthvað staðar. Og þá líður eins og sért að gera eitthvað. Og þetta bara svona, þetta ekki eiginlega að tappa á þessa orku sem í samfélaginu, sem orkan sem að veita að það þarf að gera eitthvað og vill fara að krefjast einhvers. Að Katrín ekki bara svolítið svona extension af því að hún kemur og segir alla réttu hlutina sem við viljum heyra og sem að fólk vill heyra. En í rauninni eru aðgerðirnar bara sorglegar, ekki nærði nóg til þess að hjálpa okkur í gegnum þessa krísu. Ég held í breiðara samhenginu þá VG í þessari stjórn, þeir eru tréskeiðar fyrir skiptósuna fyrir stjórnina. Nákvæmlega. Akkurat, sko. Líka, ég held að það sé eitthvað svona kvót bara upp á að það var þess að vinstri, miðju og hægri og það sem eiginlega bæði hægri stendur bara fyrir staðan eins og þeir núna og bara gera hana verri eða gera hana meir eins og þeir núna og miðjan einhvern veginn sækir líka bara í þetta þá því að miðjan heldur ekki einhverjar
breytingar, af því að við erum raunsæð, þá hægri sem bara koncept íhaldssemi, það ekki breytingar, það bara að halda hlutum eins og þeir eru núna. Og það eitthvað svona, eitthvað quote þetta, það sem að eitthvað anarkist eða socialist quote sem þá be reasonable, eitthvað demand the impossible, af því að be realistic, eitthvað demand the impossible, af því að þú ert vinstri sinnaði svona hliðin á þessari stjórn, þá áttu ekki vera að spyrja tréskeið eða svona pappaskeiðar eða eitthvað svona getur please fengið þannig hérna fermetir í þjóðgarð. Það sem þú átt að gera að vera lengst til vinstri, af því að þeir að fara að reyna að toga þig í íhaldsemina og toga reyna að vera middle of the road. Þú ert ekki að pre-kompromæsa, þannig að þau geta síðan neita því að kompromæsa það. Ég myndi vilja sjá Vinstri græn og Katja vera bara, og ég segi líka bara Katja af því að þetta andlit flokksins eins og ég segi Bjarni BND segi næst í sjálfstæðisflokkurinn þegar ég tala bara þetta. En að VG ætti að vera að demanda the impossible sem bara plast ólögt á morgun og að reyna að sjá þannig að Sigur Inga og Bjarni BND kompromæsa þar við þetta. Af því að þau eiga ekki að vera einhvern veginn bara létt svo til vinstri miðað við Framsókn. Þau eiga að vera bara hinum við hnettin á Framsókn ef þetta væri alvöru vinstriflokkur, ef þetta væri alvöru grænflokkur, ef þetta væri alvöru einhvern veginn umhverfis semi-socialista flokkur og bara svona bara hlutin sem að tala einhvern veginn einhvern veginn, þetta bara svona settir enga veginn einhvern veginn verkalýð eða bara fólk Íslands einhvern veginn bara Tölum ekki einu sinni stjórnarskrána, hún bara horfin. Já, hvað nýja stjórnarskráin? Hvað nýja stjórnarskráin? Ég skil ekki af hverju fólk ekki meira í uppnámi yfir því, að það var búið að kjósa hana, að búið að kjósa til stjórnlagaþing sem bjó hana til og svo var hún samþykkt. Þetta eins og ef að bresk yfirvöld hefur bara farið á móti vilja bresku þjóðarinnar til að fara úr Evrópusambandinu. Þau kusu það, þá þurfa bresk stjórnvöld bara framfylgja því að þetta lýðræði. En hérna heima það bara þjóðin kýs nýja stjórnarskrá, hún á að vera lögð fyrir þing, búið að samþykja, en þingið einhvern veginn, tekur það ekki einu sinni fyrir með Katrínu Jakobs í forsætisráðuneytinu sem er bara að tala fyrir því hvað lengi. Er þetta ekki líka bara svona non-violence, svona venjulegt protest stöðvar einhvern veginn af því að það var auðvitað mikið tala þetta í kosningunum núna og það voru mótmæli og ég mætti á þessu mótmæli, ég er búin að vera fylgjast mjög mikið með þessu einhvern veginn en ég vil sjá Bjarna Ben fá bara egg framan í sig á hverjum einasta degi þangað til að samþykkja þetta. Af því að þannig virkar það. Ef hann nær að vera upp í sinni glesskrifstofu á Alþingi og bara horfa út yfir almúgana kvarta og það gerist ekkert við hann, þá hann ekki verið að gera sneitt. If nothing changes, nothing changes. If nothing happens, nothing changes. Þannig að ef við myndum vilja sjá þetta gerast í alvörunni, ef það væri alvöru vilji þjóðarinnar að sjá þetta gerast, þá myndum við bara þurfa að segja eitthvað, ok, bara lyklum bílana á Bjarna Ben, bara hendum grjóti, bara okkur eitthvað sætt okkur við það að lýðræði sé ekki uppfyllt, okkur einhvern veginn, ef að ríkisstjórnin á að vera extension af fólkinu og að vera sér representation af þessu og við sjáum bara black and white fyrir framan okkur að þetta ekki að gerast, að ríkisstjórnin að kjósa ríka fiskihagsmuni og komi bara every excuse in the book, þetta var bara svona opinion poll, vil bara sjá svona væpið á þjóðinni, hvort að svona væpið væri svona meira. Já, nei. Right. Bara ef við, eitthvað, hvað var þetta, 1/3 af þjóðinni eitthvað, þetta er bara svona huge, ekki 1/3, en þetta er meirhluti, en þetta var bara eitthvað svona, þetta var svo stórt moment í Ísraelsu sögu og svo bara erum við ekki að gera neitt í þessu og fólk bara svona næri fyrir að gleyma þessu bara, ég held að bara næsta nýja stjórnarskrárprótest sem að vera vonandi bara á þessu ári ég legg til bara steinar, grjót og egg af því að við sjáum að spjöld og rattir virka ekki lengur og líka bara það einhvern veginn að það sé bara svona rough draft geggjað, fáum það í gegn og kjósum svo details aftur það er búin 10 ár það er búin 10 ár síðan ég segja bara búum til nýja stjórnarskrá en fáum þetta fyrst gömlu í gegn gömlu nýju stjórnarskrá með þetta að við þurfum að vera bara æstari, við þurfum að vera reiðari, við erum ekki nógu reið yfir þess að það er vandamálið líka því að það er svo stór hluti Íslendinga sem hefur það svo gott að það vill ekki vera eitthvað að ýta í sárið eða eitthvað svoleiðis
og margir hugsa bara, ég hef það fínt, ég þarf ekkert að breyta neinu, af hverju þarf ég að berjast fyrir einhvern annan sem á minna en ég, ef ég hef það gott. Og ég held að líka bara þessu svona að virða náungan eða bara vera góður við náungan, einhvern veginn svona þannig væp á Íslandi svo lítið, skilur. Þú ert ekki að fara að berjast fyrir einhvern annan, þú ert bara að fara að berjast fyrir sjálfa þig. Svona við þurfum svona miklu meiri samvinnu en á Íslandi, eða svona íslenska þjóðin. Mannkennd og það í rauninni hvernig ég sé sósíalisma einmitt að við reynum að hugsa heina og sérstaklega þá sem að minna mega sín. Akkurat. Við þurfum að standa saman með þeim. Við getum ekki lifað, við eigum ekki að þurfa að lifa í samfélagi þar sem fólk að þjást og bara halda að það sé allt í lagi. Og meðan aðrir eru moldríkir og nota sjávarútvegskerfið hérna til þess að móka undir sjálfan sig og kaupa allt upp hérna. Það alveg viðbjöður. Það líka bara svo við mættum vera meira reið, heldur við. Núna, bara 3, 2, 1. Það er kannski betra að geima að mótmælunum. En mér er svo erfitt að sjá hliðstæðu varðandi stjórnarskrárbreytingar í Síle núna. Þar er bara búið að vera land og náttúrulega Síle lenti mjög illa í nýfrjálshyggjustefnu og innræði og hvaðina. Núna, þeir voru nýlega kjósa einn sósíalisti embætti forseta. En Suður-Ameríka er að rísa. Það sem er að gerast núna er það sem er búið að vera gangi í 4 ár lengur er bara stanslausar óeirðir, stanslaus mótmæli, fleiri dauðsföll og hvaðina í Síle vegna þess að þeir vilja fá nýju stjórnarskrána, að þeir vilja fá sína eigin nýju stjórnarskrá. Og þetta er bara svo, staðan okkar er náttúrulega ekki sambærileg þeim að því leyti að 10% af þjóðinni var ekki myrt undir einhverjum nýfrjálshyggju innræðisherra á Íslandi. En það ætti samt alveg, það sem mér þykir svo undarlegt er að umræðan á Íslandi, það sem við værum meira að hugsa að halda samræðinni gangandi. Hún er bælt mjög sterkt niður. Það má í rauninni ekki tala einu sinni of mikið þetta. Sem er skrítið, ef meirihluti myndi ráða hvað væri birt í fjölmiðlum, þá væri maður kannski að sjá meira stjórnarskrána, en það mætti halda sig einhver í aðri sem stjórnar fjölmiðlum og þeir vil ekki að sé tala þetta, ég veit ekki hvað er að gerast. Kannski einhverjir aðrir hagsmunir á baka sem að setja smá þyngd á vogarskálunar, gæti að verið. Þetta er svolítið valdið frekar augljósara í Chile þar sem að þú ferð að móta þeim að það ertu bara skotin, skilur við. Það er ekki alveg svoleiðis hérna, en það er þarna samt, skilur við. Hvað segir Kristbjörg, vildur þú bæta við? Mér langar bara að segja þess að sagan sýnir bara að þegar fólk kemur saman, þegar fólk er að deila þessum tilfinningum saman, þá getur það gert miklu meira. Og eins og í Suður-Ameríku, það er bara rosalega heitt blóð þar og bara það er bara sannleikurinn að þjóðin lætur ekki vaða yfir sig. Saman hver er við stjórnvöld. Þau láta í sér heyra sama hvað. Og þau líka bara með meiri reynslu í því að sjá þetta gerast bara fyrir framan sig. Hvað svona ljóti endi kapitalismar getur bara gert við bara hverfi og þjóðir í svona stærri samhengi. Ég er líka kannski bara byssum ef þarf. Já, bara eitt með þetta, það er til heimasíða sem heitir Fjölmiðlanefnd og bara þetta er svona geggja tími til að svona einhvern veginn plugga hana. Ég þekki ekkert fólk í bakvæðina þannig séð, en þar getur maður leitað að fréttafyrirtækjum og fundið svona raunverulegu eiganda fyrirtækjana, eða svona séð hver á þetta fyrirtæki. Og þú veist það er til dæmis einhver einn gæi sem á eitthvað, ég man ekki alveg ekki kvóta með það var eitthvað DFF, mannlíf, dyrði, eitthvað bara svona alla sorpmiðla Íslands. Það er bara einhver einn gæi sem bara sér bara svona, já, eitthvað, höldum þetta svona gossip, svona einhvern veginn sorpi gangandi og ekkert að pæla í svona þessu material breytingum sem er í gangi í ríkisstjórninni. Og svo sér maður líka bara að MBL er bara fiskifyrirtæki 1, fiskifyrirtæki 2, eitthvað, kælifyrirtæki 1, kælifyrirtæki 2, fiski transportation fyrirtæki 1, bara svona
öll kakan af eigendum MBLs eru bara einhvern veginn tengd því að hafa einkavæddan hagnað fisks í sínu eðli og þá maður alltaf hissa að MBL sé einhvern veginn ekki að birta svona nýja stjórnarskrá pistla eða eitthvað svona fréttir og það bara, maður ekki hissa þegar maður heyrir það. Líka Morgunblaðið bara hefur alltaf auglýst sig sem sjálfstæðisflokks aðdáandi eða eitthvað. Já, ég þekki marga sem að við svona, þegar netið niðri og maður fer bara einhverja heimasíðu til að sjá hvort það virkar. Ég held að það sé stór hluti Íslendinga sem hugsa bara MBL. MBL svona go-to, netið að virka síðan og það sýnir bara svona hvað þau hafa hvað það hafa gott bara base fyrir hlustendur. Hvort að þetta sé hægri vinstri fólk og ég veit eins og bara mamma mín sem á lengi vinstri grænkona og ég veit ekki alveg hvað hún núna þetta en hún samt les MBL þótt að það sem að kannski vinstri grænt þegar hún var í honum og MBL núna þetta hefur andstæða hagsmuni hún ekki einhvern veginn að lesa mér bara svo skrítið hún bara svona venjulegur Íslendingur einhvern veginn en það bara svona einhvern veginn go-to síðan samt MBL þrátt fyrir að MBL hefur allar hagsmuni og ég sjálfur viktum að þessu ég fer alltaf inn á Vísi og ég veit að Vísir miðill í einkaeigu ég gæti verið að fara á eitthvað eins og RÚV eða Stundina sem allan í eigu annarkvæmst ríkisins eða bara ritstjórnarinnar sem að sér það. Já, eða Kjarnan. Já, Kjarnan mjög góður mitt. Ég ætlaði að segja, ég fyrir bara á RÚV Stundina eða Kjarnan, svo kannski skanna maður aðeins yfir Morgunblaðið. En það væri gaman kannski að það væri gott að bæta við stjórnarskrána því að við séð mýmið að bandarískir þingmenn að þeir ættu að vera eins og svona Nasdaq drivers í kappakstra dæminu þeir eru með alla sponsorana á jakkafötunum Þetta kannski að fá það á fréttafólki okkar og blaðamenn og miðlana sjálfa og stjórnmálamenn fólk. Akkurat. En mér langar aðeins að ljúka umræðina kannski á svona aðeins smá spjalli unga sósíalista og hvað við ætlum að gera hérna á næstu mánuðum. En líka bara upplifun ykkar af félagsstarfi og af hverju það getur verið svo gott að fara í félagsstarf eða mér þykir það og það til sálfræði sem bakka það upp að sérstaklega ef þú sem ert að horfa á þetta núna ert sammála mörg af því sem við höfum verið að segja að endilega láttu sjá þig á fundum ungra sósíalista í Bólholti klukkan 6 á þriðjudaginn og taktu þátt í starfinu. Það getur verið rosa gefandi að bæði berjast fyrir ykkur sem maður brennir fyrir og veit að er rétt og að kynnast fólki sem í kringum það og ná ykkur alvöru framförum. En Atli og Kristbjörg, við erum að fara að gefa blað út bráðum sem ekki alveg komið með nafn. Hvað ætlum við að hafa í því? Það er svolítið spennandi. Já, ég held að það verður bara svona sósíalist tímarit, bara einhvern veginn í anda þess að það sé mikið af pistlum og svona einhvern veginn bara svona asmúlíkt blað sem að bara svona hefur svona alls konar efni, hvort það sé mjög alvarlegt eða mjög svona skemmtilegt en ég held að bara svona tilgangur blaðsins sá að við viljum hafa þessa umræðu og hafa þetta svona kannski debatt kapitalisma, sósíalisma og allt í heiminum. Við viljum hafa einhverjar svona forsendur og ég held að við viljum bara koma okkar forsendum inn af því að ég get ekki nefnt hversu oft maður að tala sósíalisma og kapitalisma og einhver segir, já, eitthvað ríki, þú ekki fyrir það? Þannig að þú ert sósíalisti og bara svona inn í mér hugsa bara svona hversu langt ert þú frá mér í hvernig þú sér pólitík af því að þetta svona ekki sósíalismi. Það er engin sósíalisti sem að segja manni að þeir vilja meira ríki, það eru einhverja pólisíur það sem að ríkisbreyting er nauðsynleg en bara einhvern veginn, sósíalismi efnahagslegt lýðræði og kapitalismi efnahagslegt einræði og það að til dæmis við lifum í pólitísku lýðræði undir kapitalisma hefur ekkert með kapitalisma að gera. Það er nánast ótengt og það er næst eiginlega bara mótsögn í hvernig að það sé að spila í raunveruleikunum og einhvern veginn ef við myndum bara ná svona dreifingu á því bara svona í grunninn hvernig við skilgreinum sósíalisma, kapitalisma og svona hvernig þetta allt spila saman í okkar samfélag og bara svona ekki beint einhvern veginn svona að kenna fólki neitt en við erum bara svona að sýna þeim þessa hlið og svona sýna þeim gagnrýni á kerfið
en ekki gagnrýn á einstaklingana í þessu kerfi, eins og það þú veist að gagnrýna leigumarkað Íslands og gagnrýna það að þú veist einhver getur bara verið með 10 íbúðir í leigu án þess að einhvern veginn gagnrýna einstaklingin, af því að þessi einstaklingur að taka bestu ákvörðun í hans umhverfi. Við erum að gagnrýna umhverfið, við erum ekki að gagnrýna einstaklingin og ég held að þetta sem við viljum vera að gera núna á næstunni aðalakvört að vera bara sýnileg og líka bara starta þessi samtöl á okkar forsendum og með svona skilgreiningu sem að fólk bara hefur aldrei heyrt í lífinu sinu og hugmyndir sem að það bara fær ekki að heyra í skólagöngu eða í fjölmiðlum eins og þau eru núna. Já, það ekki komið svona blað í 50 ár. Já, akkurat. Þetta er náttúrulega líka gert til þess að bara fræða fólk bæði hugmyndafræði sósíalisma og í hvernig samfélagi það lifir í akkurat núna undir kapítalísku samfélagi og af hverju það að gera bara hlutina verra, að gera heiminn verra fyrir fólki sem lifir í þannig kerfi. Og ég myndi líka segja bara að það sem fólk mun fá að sjá í þessu tímariti bara blákaldur sannleikurinn og það vill kannski ekki endilega heyra að sjá það að lesa eitthvað svona en það þarf virkilega að horfast í augu við vandamáli. Og við viljum bara segja hlutina eins og þeir eru og vera bara hvað heitir þetta? Já. Bara raunsæi. Já, raunsæi. Ekki taka bláa pilluna, taka rauða pilluna, horfum á raunveruleikann og leysum vandamál. Þú verður að taka rauða pilluglasið og þú verður að taka svo trekt upp í munnuna þér og bara styrt þessu. Það markmið með þessu blaði, það ekki, eða? Já. Jú, það risa rauð pilla. Mjög flott. Við þurfum að fá grein frá þér, Kjartan, alveg klárlega í blaðið. En ég vil líka tala við ykkur hlustendur að ef þið viljið senda einn grein eða kannski tekna mynd eða eitthvað svoleiðis, þá getið þið senda okkur á Instagraminu. Við erum að fara að opna bráðum á akkurat það, að fá inn greinar og aðsend efni annað. Þannig að ekki hika við að senda okkur skilaboð. Heldur förum bara að segja þetta gott núna. Takk kærlega fyrir að spjalla með mig. Atli, Kristbjörg, Kristinn og Agni sem var áðan en farin. Við sjáum síðar á fundi á morgun. Ungir sósíalistar áfram.